í gamlárspartí og taktu litlu systur fínar með, það verður velkomin nú. Já, árið svo sannarlega að verða búið. Það hérna að líða. Líður yfir árið, það kemur ei aftur hér. Nei, 2018 að verða búið. 2018 að verða búið, komið nú með mér í ferðalag. 2018 að verða búið, tjú-tjú-tjú-tralalei. 2018 að verða búið, tjú-tjú-tjú-tralalei. Tjú-tjú-tjú-tralalei. Árið að verða búið og það færðu það markverðast frá þessum árinu. Nú það markverðast sem var árinu, að mínu leyti, var í íslenskanska og stóð okkur vel á HM og hvað við svona tókum það og bara tókum allt í gegn og bara algjörlega stóðum okkur vel. Svona var algjörlega geðveik þannig að þeir eru maðurinn sem menn ásins sem svo náttúrulega kona ásins sem auðvitað Steinunn að berjast með mannin sem einhver hetja í gegnum súrðarmið, í gegnum krabbameinið og allt saman. Þvílík hetjudáð hjá þeirri konu, að bara tam-bam-bam, sham-bam-bam, sugaluga-mugaluga-mei. Nei, sko, þetta til beinni, ekki alls þessi beinni. Þetta er beinni, sko. Ok. Þetta bara ekki, sko, þvílík baráttu kona að berjast með mannin sem gegnum krabbameinið. Og það skiljið. Svo það náttúrulega hneyksli ársins. Það eru 2 hneyksli. Það braggamálið. Það braggarnir og stráin og allt það. Svo það helbítis klaustursþingmennir. Glugg. Segir bara við þá. Þeir eru bara klaustursþingmenn. Þeir eru bara svona algjörlega. Og þú veist, þetta náttúrulega bara ekki hægt. Hvað þeir eru mikið? Töfvitar. Þeir eru bara svona, algjörlega. Þú veist, 2018 gaf og 2018 tók. 2018 gaf okkur frábæran árangur á landsliðinu, gaf okkur óferð, en það tók líka 2. Mannin sem hann aldrei hvað heitir og svo tóku þeir Stefán Kall. Núna ertu hjá þjóðinni, Stefán núna í gröfinni, þannig. Blessum mig þess. Þannig að þú veist, þetta var þannig. Og nú ætla ég að koma svona, þú veist, smá völvuspá. Völvuspá, það jafnast ekkert á við völvuspá. Hér er völvuspá, hér er völvuspá. Bara völvuspá. Já, völvuspá. Það er svona völva sem spáir. Eða völvuspá, já. Ég er í skýjunum með það. Það er áramót. Ný hljómsveit verður stofnuð kemur fram á árinu. Bubbi gefur nýja plötu á næsta árið 2019. Vatti kemur nýjan karakter árið 2019. Gunn og Félix verða með svona sjó þar sem það eru ferilinn. Ásgrímur sonur Gunnars, hann var svolítið að leika með Gabriel-leiksinu, svo verður hann fastráðinn hjá Borgarleiksinu. Sindri Sindrason hættir á Stöð 2 fyrir að vera á RÚV. Logi heldur áfram á Sjónvarpi Símans og þættirinn Bubbi Bráðallagötunni byrja á Sjónvarpi Símans. Meira af íslensku leiknu efni bæði fyrir börn og aðra verður. Borgarleikhús og Þjóðleikhús sameinast. Unga fólki fer meira í leikhús heldur en bíó á næsta ári, 2019. Ný stjórnmálaflokkur verður myndast.
þingmönnum verður bannað að það verður bannað eftir að rekka þið fara eitthvað stöðum með bara eitthvað kók og svona. Nei, djók. Okay. Og var eitthvað eitt sem ég mann ekki hvað. Ég setið þriðja skipti, bara með 3 árum og þetta á sitthvorum samfélagsmiðlum. Ég er búin að vera á Facebook, ég er búin að vera með það. Instagram og svo núna hér, þannig ég er að muna þetta. Það síðasta, já. Og Eyþór Ingi Gunnarsson, söngurinn, hann kemur úr skápnum á næsta ári. Ég gleymdi því hér þáttunum. Þannig að árið sem er að lifa er bara farið og Sjándóttur er bara búin og ég bara, verð með 3 live-lýsingar, verð fyrst á Facebookinu, fara síðan það á Instagram og svo hingað, þetta er bara búið að vera æðislegt ferðalag og milli samfélagsmiðlanna. Ég segi bara, njótið kvöldsins gleðilegt þetta ár og hafið það sem allra best hægt að gleðandir, ekkert fikt, notum flugeldagleru og áfram Ísland. Við erum hress, ekkert stress, ekkert væl, bye. Þetta er bóið. Þetta er búið.